Komið sæl og hjartanlega velkomin hérna í þessa beinu útsendingu úr Egilshöllinni. Við erum að fara að fylgjast hér með leik Vals og Þróttar í Reykjavíkurmótinu. Og ef við rennum hérna eldsnöggt yfir lið Þróttara fyrst, þá var það í markinu númer 30 Trausti Sigurbjörnsson, númer 3 Aron Lloyd Green, númer 6 Vilhjálmur Pálmason, númer 7 Oddur Björnsson, númer 8 Hilmar Ástásson, númer 9 Viktor Jónsson, númer 10 Alexander Veigar Þórarinsson, númer 14 Hlynur Hauksson, númer 15 Aron Ýmir Pétursson, númer 17 Ragnar Pétursson, númer 19 Karl Brynjar Björnsson. Og þá að liði Valsmanna: Ingvar Þór Kali í markinu númer 1, númer 4 Einar Karl Ingvarsson, númer 5 Baldvin Sturluson, númer 7 Haukur Páll Sigursson, númer 10 Kristinn Freyr Sigursson, númer 11 Sigurður Egill Lárusson, númer 14 Gunnar Gunnarsson, númer 15 Þórður Steinar Hreiðarsson, númer 18 Haukur Ásberg Hilmarsson, númer 21 Bjarni Ólafur Eiríksson og númer 23 Andri Fannar Stefánsson. Dómarar hér í dag á línunum eru Hjalti Þór Halldórsson og Snorri Páll Einarsson. Og geðþekki Óli Njáll Ingólfsson er á flautunni. Og Þróttarar byrja hér með boltan. Leikurinn er farinn í gang. Og Þróttarar sem að gera hér allu en Valsmenn ná boltanum fljótt. Og þetta er nýr leikmaður Vals hér með boltan, númer 5 Baldvin Sturluson, kemur frá Stjörnunni og verður án nokkurs vafa liðsstyrkur ásamt þeim Andra Adolfssyni og Orra Sigurði Ómarsinni sem hafa einnig gengið til liðs við Val eftir að Ólafur Jóhannesson tók við þeim. En þá er það Valsarar hérna. Sjáum við í hafsendunum Gunnar Gunn og Þór Kristinn Þórð Steinar segi ég. Og hafsendunum hinum megin eru það Aron Lloyd Green og Karl Brynjar Björnsson sem er fyrirliði hér í dag. Fín fyrirgjöf hérna en þetta er skallabult af Þórði. Og þá er það Kristinn finnir Baldvin og Haukur hérna kominn inn í spilið og sýnist hann hreinlega bara vera hérna úti hægra megin. Og gott ef að Sigurður Lárusson er ekki bara fremstur. Og það var Karl Brynjar sem finnur Trausta í markinu. Trausti gífurlega öflugur fyrir Þróttarana. Mikilvægt fyrir þá að halda honum. Var einna betri markvörðum fyrstu deildarinnar í fyrra. Það var Aron og misjafnur sending þarna frá Ragnari Péturssoni. Það kemur fyrir á Besturbæjum. Og það var Bjarni Ólafur sem tekur innkastið. Leikurinn bara rólegur hérna í byrjun, ekkert að því. Haukur Páll niður á Kale sem er einnig nýr leikmaður hjá Val. Kom frá Víkingum sem voru að spila hérna rétt áðan. Sigruðu ÍR-ingana 1-0 í sama riðli. Kristinn leggur út á Baldvin sem reynir fyrirgjöfina þarna á fjær á Einar Karl. En Þróttararnir komast inn í þetta.
innkast sem Valur á. Gunnar finnur Þórð í fætur. Gunnar hérna færa boltan vel í vörninni Valsarar. Færa hann bara áfram. Ekkert að drífa sig. Svona við svæfingataktík. Þetta svæft andstæðinginn. Og svo bara tilbaka. Þróttararnir að verjast hér nánast allir fyrir aftan miðlínu. Og með Viktor Jóns hérna fremstan ásamt Alexander Veigar Þórarinnsssyni. Þeir tveir fremstir. Svo nokkurn veginn bara 4-4-2 basic. Valur að spila örlítið sóknarsinnaðara leikkerfi. Svona svokallað 4-2-3-1 kerfi með Andra og Hauk svona aðeins dýpri og Sigurður Lágur í 10-unni og hér er að sleppa í gegn engin annar en Vilhjálmur Pálmason og hann er að setja fyrsta markið. Hver er það sem búist við þessu? Þróttur 1, Valur 0. Draumabyrjun fyrir Þróttara hérna. Eftir 5,5 mínútu komast yfir gegn Val. Svona á pappírunum. Það hefði maður búist við því að Valur myndi fara nokkuð auðveldlega í gegnum þennan leik. En það er rosalega sjaldan sem að leikir vinnast á pappírunum. Það er bara svoleiðis. 1-0 fyrir Þrótt. Vilhjálmur Pálmason með markið, glæsilegu sprettur hjá honum og setur hann fastan í fjærhornið. Valla hægt að skella skuldinni á Kale fyrir þetta. Og þá sækja Valsarar hér. Kristinn Freyr snýr þarna Ragnar og sá ekki alveg hver þetta var, snýr glæsilega af sér. Nú þurfa Valsarar að sækja þess inn er Haukur Ásberg baráttunni með Aron og Aron setur hann út af örgur. Aron Lloyd Green. Andri með fína fyrirgjöf á fjarstöngina þar sem Einar Karl er en þetta er skallað í burtu af Aron Ími. Og Einar Karl setur hann svo hann í Hilmar út af. Ragnarinn hann að reyna að komast í kringum Hauk Pál. Haukur Páll kvartar hérna eitthvað við boltanum, segir hann sér á línur. Það var nú lítið annað í stöðinu heldur en að skipta bolta. Það er nokkuð augljóst. Skemmtilegt spark hérna frá markaskorarunum Vilhjálmi. Og það er að Bjarni finnur enga til að gefa, jú finnur Hauk hér. Svo farir hann lengri yfir og Baldurinn er sannlega fyrirgjöf hér, nei, finnur stutt á Sigurð Egil en gekk ekki.
ekkert annað en gott fyrir leikinn að Þróttarar skildu setja fyrsta markið hér. Þannig að þurfa Valsmenn að sækja svolítið duglega. Trausti með langa spyrnu hérna fram og það skallar Viktor upp. Og Vilhjálmur færir hann glæsilega yfir á Hilmar. En það verður nú lítið úr þessu. Og Einar Karl þarna með klaufalegt touch sem að verður til þess að Viktor fær boltan inn í teig og glæsilega varið hjá Kale. Og hann les sínum mönnum pistilinn eftir þessa vörslu. Skila vel. Einar Karl þarna með afleita snertingu á boltan. Hilmar vann hann á honum. Fann Viktor og vantaði bara herslumuninn upp á það að Viktor hefði sett þarna mark fyrir Þróttara. Og mér sýnist þetta að vera Haukur Páll sem að liggur hér. Já, það þarf nú eitthvað mikið að vera að til að hann leiki eftir. Þetta er ekki gott fyrir Valsara. Ef hann þarf að fara hérna út af. Hann er komin úr skónum og allt hvað eina. En nú kemur hornið og Kale sparkar þessum örlítið frá. Kýlir hann örlítið frá sig en Valsmenn ná að hreinsa í burtu. Skemmtilegu skalli þarna frá Vilhjálmi og þetta er nú sennilega nei. Engin vítaspyrna, segir Óli Njáll. Og þegar Óli Njáll segir eitthvað þá er það bara svoleiðis. Kennari í Verslunarskólanum og veit alveg hvað hann er að segja hérna. Þannig að datt Alexander Veigar og sýndist vera örlítið togað í hann en ég er ekki með dómararéttindi þannig að ég get ekki sagt til það. En Óli Njáll var viss í sínu sök og við treystum honum. Smá barátta þarna milli Bjarna og Hilmars. Landa vel. Enga sem Þróttarar eiga. Mér sýnist Haukur Páll ætla að koma aftur inn á. En það er svona sem að menn byrjar að hita upp hérna. Aron flengir honum fyrir sennilega, já. Viktor kemur honum aftur fyrir. Það er ekkert úr þessu. Jú, markaskorarinn. En sending í misjöfnuð og þessi sending einnig misjöfnuð frá Baldvin. Sigurbjörn Hreiðarsson, þjálfari Vals, segir sínum mönnum að vakna þess. Setja þetta í gang. Það er kannski ekki seinna vænna. Þeir hafa ekki litið vel út hérna á fyrstu mínútunum. Þannig að það er tími til komið fyrir þá að spýta örlítið í lófana. Það er Aron Grín sem sendir hann langt upp og þetta skallaði mig Viktor vinnur Gunnar.
Þannig Andri og Valsmenn sækja hér. Bjarni, fína sendingu á Sigga en boltinn dettur fyrir Kristinn Frey sem tekur slæma snertingu, finnur samt Hauk hérna úti hægra megin og Haukur fer á hliðin. Reynir að koma boltanum fyrir en sú sending fyrir aftur fyrir endamörk. Fín pressa þarna á hliðin á Hauk. Hilmar er ekki að finna félaga til að gefa á og þetta samstuð leit út fyrir að vera ansi harkalegt þarna hjá Aron og Kristni en það fór sem betur fyrir ekki svo. Sigur í hérna ósáttur með fá ekki dæmt en hérna dæmir Óli Njáll brot. Aukaspyrna á fínum stað. Þetta nú að vera skotfæri fyrir einhverja menn. Góða menn. Sýnst Einar Karl bara ætla sér að taka þessa spyrnu. Ekkert flóknar en það. Og, já, gerir það. Beitti vegginn og Trausti öskrar úr sér lungun áður en hann grípur boltan. Það er mikilvægt, láta vita. Mikilvægt að hafa talanda í fótbolta. Karl Brynjar finnur Hlín hérna úti og gott hlaup þarna frá inn á miðjunni. Losar alltaf þegar maður fær svona miðjumenn í djúplaup niður. Þá kemur Hilmar hérna keyslunni á Bjarna og reynir að fá hindrun. Það hefði nú verið ansi billegt að dæma hindrun á þetta. Þannig að Valsmenn eiga bara markspyrnu. Andri fann aðleitinn inn á miðjunni. Tekur boltan niður, finnur Kristinn. Glæsileg vörn hann hjá Ragnari, truflar hann aðeins þannig að sendingin nær ekki að komast alveg strax. Og svo er Ragnar bara mættur hérna og vinnur þennan bolta. Frábær varnarvinna hann hjá Ragnari Péturssoni. Upprunalega frá Egilsstöðum. Spilaði með Hetti upp í yngri flokkana. Hefur svo spilað með IBVF og fleiri góðum liðum. Vel gert þarna hjá Alexander Vegari. Aron Ímir með missunna sendingu hérna upp. Baldvin og boltan hér fyrir Valsmenn. Og Sigurður Egill reynir að finna Baldvin hann í gegn. Baldvin sterkur en virkilega vel gert hann hjá Vilhjálmi. Finnur Viktor og tekur hann á andlitið. Og það er að Hlynur. Vilhjálmur. Alexander Veigar heldur boltanum hérna. Gerir þetta skemmtilega, við slá til hans og allt í gangi. Fær aukaspyrnu. Kloppaði þarna mann og annan. Og faraði boltaninn yfir Þróttararnir. Og Oddur reynir þarna. Hann sé ónákvæma sendingu sem var seint að fara að rata þarna upp á Hilmar.
staðan er núna í þessum riðli þá eru Leiknismenn einir á toppnum og Valsmenn með 6 stig í öðru sæti og Víkingar með 4 stig í þriðja sæti eftir sigurinn hérna áðan. Þannig að ætli Valsmenn sér í toppsæti hér í þessu riðli þá er það að gera svo vel að vinna þennan leik. Gunnar með afleita sendingu hérna upp. Hreinsa boltan bara út af. Valsmenn enga megin að finna sig hérna á fyrstu 20 mínútum. Enga megin. Ekki átt nein hættuleg færi, en það var Þróttararnir hins vegar átt. Svona Hlynur. Alexander Veigar með Dotta í bakinu. Snýr Dotta og Hauk hann glæsilega af sér. Boltatækni upp á 10. Og boltatækni líka hjá Ragga upp á 9-5 þarna heldur honum. Og Vilhjálmur nær þessum, Baldvin hafði engan áhuga á honum og þetta endar næstu því með marki frá Bjarna Ólafi. Frábærlega að spila hérna hjá Þrótturunum. Villi fær sendingu inn fyrir Baldvin en Baldvin hafði nákvæmlega engan áhuga á því eldan. Leið honum bara tölta fram hjá sér. Ekki góður varnarleikur það. Hér er það Viktor sem á skallan út af. Klassískt samt að biðja horn. Það er alltaf klassískt. Undir smá pressu frá Viktori fyrir liðsfélaga sínum í Víking. Þeir eru Haukur Ásberg sem sækir á Karl Brynjar fyrirliða Þróttara. Frábær fyrirgjöf en hann er Aron Green mættur eins og kallaður. Og Karl Brynjar þarna í smá dútli með boltan en hinn á nú að leysa þetta og þetta er hagnaður og nei, fá ekki brotið. Enda fenguði fríkipi sendingu sem að fór bara forgörðum. Þessar sendingar bara eru alls ekki að virka. Það er allt of mikið bil á milli dýpri miðjumannanna hjá Val og sóknarlínunar. Það ná enga veginn að tengja þetta á milli. Og svo bara virðist einhvern veginn ekkert ganga upp en hérna, jú, Haukur fær boltan út á hægri. Skemmtilega gaphreyfingarna hjá honum og hann tekur skotið en það er mátlaust. Greg Rætt er ekki sáttur með störf dómarana hérna. Vilja meina að það hafi verið þarna að Kristinn hafi togað litið í. En mér sýndist odd. Karl Brynjar sem á þarna smá deflection sendingu sem fer á Alexander Veigar. Hann finnur markaskoraran hérna úti, Vilhjálm. Kemur boltan fyrir en hann er full langur.
og fer út af. Þá koma Valsmenn hérna og löng skipting frá Einari Karli beint á Hauk Pál. Kristinn Freyr. Hann er svona miðjan í þessu spili Valsmanna. Hann og Sigurður Egill eru duglegir að skipta stöðu, svona attacking midfielder og sóknarmaður. Virkilega vel gert þarna hjá Kristni. Mikilvægt fyrir Valsmenn að fá hann í gang. Ætli þeir sér einhverja hluti hér. Dottinni langar að senda ykkur fram. Sýndist Kristinn vera rangur en svona fór hann ekki í þennan bolta. Það er innkast sem Þróttarar eiga. Góð barátta þarna hjá Ragnari sem reynir að fá boltan fyrir. Það er bara einhvern veginn eins og Þróttararnir vilja þetta miklu meira. Og eins og ég segi, fyrir leik þá hefðu kannski fáir búist við því að Þróttararnir yrðu hérna bara allt í öllu. En það hafa þeir svo sannarlega verið. Menn vilja fá brot þarna, veit ekki alveg. Fá allavega ekki og Þróttarar er innkast. En Valsmenn fljótir að ná honum aftur en enn ein misheppnuð sendingin hjá Val. Það er eiginlega ótrúlegt hversu margar sendingar hafa misheppnast. Ná engum takti í spilið sitt. En með að þakka fyrir það að vera með svona sópara eins og Hauk Pál og Þórð Steinar þannig aftast. Það er búið að redda þeim í nokkuð skipti. Mikilvægt náttúrulega líka að vera með reyndan markmann eins og Kaleb sem átti frábæra vörslu náðan frá Viktori. Það heitir svona full stretch varsla sem hann tók í fjárhundinu. Þetta er brot samkvæmt reglubókinni og verðskuldað gult spjald sýnist mér. Jep, fyrsta gula spjald leiksins. Og það er Aron Ímir Pétursson sem að fær það. Aukaspyrna sem að Valsmenn eiga sem að Kristinn Freyr ætlar að flengja boltanum inn á teiginn. Mikil barátta inn í teignum og hann finnur Þórð á fjærstönginni sem að klifrar upp á bakið á Hlyn en ekki dæmt. Hlynur setur hann inn í burtu. Innkast sem Valur eiga. Kristinn Freyr finnur Bjarna en eins og svo oft áður þá er þetta svona ekki alveg nóg. Haukur Páll með fína skiptingu yfir á Hauk. Hvað gerir Haukur hér? Góður með boltan þessi strákur, 95 model.
stundanámi Verslunarskólann. Og þá var það fyrirgjöfun. Vilhjálmur gerir þetta glæsilega og setur hann út af. Sýndist Gunn hann að fara aðeins í hann en svo var ekki. Það var það Bjarni bara eitthvað sem Valsararnir að gera. Ekki áhrifaríkur fótbolti hérna. Það eru seint talin einhver tiki-taka allavega. Ekki það að Þróttararnir sé að spila hérna einhvern sambabolta. Bara svona vetrarbragur yfir þessu. Enda langt í mót og svona þannig að það er ekkert verið að stressa sig hér. Fín sending frá Karl hérna yfir á Hlyn. Hlyni flengir hann fyrir og það er Viktor Jónsson sem er manna fyrstur í boltan hérna en boltinn í stöngina. Það voru Valsmenn stálhefnir. Ingo Þór Kale misreiknaði boltan eitthvað og Viktor var bara einfallega grimmar en allir inn í teignum. Og svo kom að mér sýndist Aron Ýmir í frákastið frekar en Alexander Veigar. Og hann var örlítið og seinn. Valsmenn stálhefnir að fá ekki hérna á sig annað mark. Greinilegt að menn þurfa aðeins að fara yfir málin hérna í seinni hálfleik. Hálfleiksræðan þarf að vera góð hjá þeim Óla Jó og Sigurbirni Hreiðarsyni en það eru þó 14 mínútur í hálfleikinn pluss uppbótartími þannig að nægur tími fyrir mark. Nægur tími. Og Bjarni Ólafur gefur hérna sendingu í brjóstkassan á Ragnari Péturssoni og Haukur Páll selur sig síðan og Ragnar óöpinn hann að fín vörn hjá Bjarna. Menn eru svolítið svona dofnir inn á vellinum. Vantar svona þetta auka power í bæði lið, mætti segja. Baldvin með missunna sendingu. Og Þróttarar einnig með missunna sendingu. Það var Vilhjálmur Pálmarsson að verki. En eftir 33 mínútna leik tæpan er staðan 1-0 fyrir Þrótti. Það var Haukur Ásberg. Gerir hérna einhverja listir, setur hann á Baldvin sem á sendingu aftur fyrir. Þannig er það ekki lengra súsókn. Trausti hérna með spinnuna fyrir Þróttara og báðir hafsendandi droppa niður og svo kemur Oddur líka í hlaupið, reynir að fá hann. Svo kemur Hlynur, þeir leita alltaf að stutta valmöguleikunum hérna Þróttararnir. Ótrúlegt að Valur skuli ekki bara lesa þetta. Komu 4 mismunandi hlaup hérna. Boltinn endaði á Hlyn. Skilaði vel gert, þetta er nú brot. Dotti, hann fór svolítið seint í Viktor
Þróttar var löngu búinn að gefa hann frá sér og ég hefði ekkert mist hauguna í gólfið, hann hefði hendt upp gulu spjaldi þarna Rúnar Njáll. En áframheldur leikurinn. Aron Ími með fína sendingu en hún ratar ekki á neinn. Kale grípur þennan. Fín pressa hérna hjá Þrótturum og Vilhjálmur vinnur, hann tekur skotið og tvöfalt deflection sem endar í höndunum á Kale. Kale fljótur að finna Bjarna og þeir geysast hérna upp. Þetta er Haukur Páll. Finnur Hauk. Haukur Ásberg fór ekki langt með boltan hana og Haukur Páll brýtur svo á Ragnari Péturssoni. Aukaspyrna fyrir Þróttara sem að reyna sennilega að vippa honum inn á teig. Stóru mennirnir inn í og bilað partí. Kale öskra sína menn hérna út úr línunni. Þetta skallaði burtu. Jú, Valsar að koma þessum í burtu og sækja hérna hratt. Sigurður Egill fer hann upp í þessu skallabaráttu og þá er það Kristinn Freyr. Sækir á hann en sendingin ekki nægilega góð. Og bæði lið eiga svona nokkuð tromp á bekknum. Andri Már og Jón Konráð, ungi strákar hjá Þrótti sem að gætu komið inn á, munu sennilega komið inn á. Og Daði Bergsson gæti einnig komið inn á hjá Val. Búinn að vera eitthvað meiddur og svoleiðis en er virkilega hættulegur leikmaður á góðum degi. Valsmenn aðeins að sækja í sig veðrið. Baldur Sturluson hér, finnur Kristinn Frey. Kristinn Frey snýr sig við, leitar að skotinu og leitar, finnur ekki því þetta var arfaslakt skot. Baráttu hérna á miðjunni og Kristinn Freyr með allt of langa sendingu. Nú er hann svektur út í sjálfan sig. Má líka svo sem alveg vera það. Vilhjálmur geysist hérna á Baldvin. Frábær sending fyrir en Bjarni Ólafur skalla frá. Og Doddi kýlur honum svo í burtu. Siggi stöðvar hérna eiginlega bara sóknina. Það voru komnir hérna tveir, Andri Fannar og Haukur, sem hann hefði getað gefið á. Nú ákvað að bíða aðeins með það. Í staðinn þá kemur Bjarni með þessa skiptingu yfir á Hauk. Haukur fær hann niður. Sjáum hérna að það er eiginlega bara of mikið bil á milli Hauk Páll sem er aftasti miðjumaður og miðjumanninn sem eru fyrir framan hann. Sjáum það þegar Haukur Páll fekk boltan á hann að það varu engir lausir opsjónar, þannig að hann þurfti bara að gefa hann áfram niður. Það verða að koma hlaup frá miðjumönnum Vals og sóknarmönnum þeirra einnig niður til þess að bjóða sig, fá boltan. Það þurfa einhverjir að taka á skarið hérna. Trausti hérna undir pressu frá Andra Fannari, setur hann í burtu. Baldvin vinnur þennan og boltinn út af Þróttararnir eiga. Karl Brynjar, Finnur Alexander Veigar, Hlynur
sækir á. Góður bolti aðeins og langur fyrir Hilmar en Hilmar nær honum. Aron með sendinguna fyrir, já. Og Vilhjálmur skallar hann en Kalever. Máttlaus skalli. En Þróttararnir vinnan bara jafnóðum aftur. Með fína, glæsilega gert hjá Viktori Jónssoni. Ég veit ekki hvað Kale var að gera þarna. Hann var bara búinn að ákveða að bolti væri að koma á fjárstöngina. Glæsilegu skalli frá Viktori. Ef að Kale hefði nú bara staðið í markinu þá hefði hann gripið þennan. Það hefði ekki verið spurning um það. Þetta eru ótrúlegar tölur sem við erum að fara að sjá hérna. 2-0 fyrir Þrótt þegar 5 mínútur eru til loka fyrri hálfleiks. Og það er þögult yfir varamannabekk Valsmanna núna, get ég sagt ykkur. Þungir á brún. Enda hafa þeir ekki, þeir hafa ekki verið neitt frábærir í þessum leik. Það verður bara að segjast þessu er. Því ekkert að vera skafi utan á hlutunum. Og hér eru Þróttararnir mættir aftur og það er fyrirgjöf og hér er Vilhjálmur mættur og þarna var stálheppnir Valsmenn að fá ekki á sig 3. markið. Sýndist þetta hreinlega vera Aron Ýmir sem að reynir skotið þarna, sá ekki betur. En þetta var einhver samvinna held ég hjá Dodda og Kale sem að björguðu þarna nánast á línu. Þarna hefðu getað fengið að sjá 3-0. Og þá koma Valsmenn hérna þurfa nauðsynlega mark eða þeir ætla að halda sér inn í þessum leik hérna. Og Haukur Ásberg tekur 2-3 skæri og svo bara ekkert. Það var nafn hans. Hann sækir bara innkastið. Það var ekkert í þessu. Bjarni Ólafur með fyrirgjöfina og Sigurður Egill reynir aðra fyrirgjöf. Svona blindandi fyrirgjöf bara inn í bóksið. Og Þróttararnir hreinsa. Hlynur setur hann upp. Góð pressa þarna frá Viktori. Og skallabarata Viktor og Doddi. Og Viktor hefur bara betur hérna. Ekki skallabaratunni sjálfri en nú fær Doddi spjald. Þórður Steinar, annað brotið hans og Óli vill fá að tala við hann. Þarf þess ekki. Veit upp á sig sökina. Þurfti hreinlega að brjóta Viktori þarna. Hlynur spilnuna hérna. Kale á þennan. Einar Karl reynir sendinguna upp en Þróttararnir eru bara mættir hérna niður. Traustið þarna, setur boltan í burtu og Andri Fannar vinnur þennan. Það er Sigurður. Fín sending hjá honum og Kristinn er bara að reyna þessu erfiða hluti þarna. Millinafnið hans er ekki Ronaldinho. Því miður. Hann er ekki brasilískur heldur, en hann er góður með knöttinn, það má hann eiga.
en hefur ekki fundið sig frekar en neinn annar í Valsliðinu í dag. Þá kemur Vilhjálmur, keyrir á Baldvin eins og hann fái borgað fyrir það og þetta nú bara hættulegt skot. Rétt fram hjá Kale, kasta sér þarna í hliðarlendið. Baldvin ekki haft neina stjórn á Vilhjálmi sem hefur verið mínum mati besti maður Þróttara. Verið að búa til mikið hérna vinstra megin. Sýndist með Hlynur fara í bakið á Hauk. Haukur kveinka sér hérna eitthvað. Haukur Páll tekur spyrnuna, finnur Bjarna. Og nú venjulegur leiktími liðinn, 45 mínútur. Og Haukur Ásberg var nú draumur fyrir Valsmenn að fá mark hérna og hérna Kristinn Freyr að setja hann 2-1. Við erum með leik, við erum með bullandi leik. Flott sókn hjá Valsmönnum og loksins gekk þetta upp hjá þeim. Góð sending frá Hauki Ásberg inn á Kristinn Freyr. Og hann mikilvægt að vera með stóru tanna í lagi því að hann rendi sér í boltan og sett hann glæsilega fram hjá Trausta. Tvö 1 og styttist í að fyrri hálfleikur líður undir lok. Trausti hérna með langa bolta upp. Andri Fannar sendingu inn á Hauk. Haukur nær þessum. Mikil barátta þarna og Hlynur slær þarna frá sér, sýndist mér. Þarna sýndist mér hreinlega bara höndin á Hlyn fara upp. Og Haukur, það blæðir hreinlega úr honum. Já, það blæðir úr honum. Þetta... Mér sýndist þetta nú vera eitthvað... Fossblæður úr Hauk. Greiði strákurinn. Þetta hefði nú... Þetta hefði nú sennilega geta verið... Okkur flaggar ekki á þetta, hann lemur hann. Okkur endur sem blæður honum, að því hann landa hann í endlínu. Hvað gerði hann þá? Og hér flautað til hálfleiks. Og Óli... Okkur flæður andlínu á honum. Jú. Ekki sem heitir óvart, það var í endlínu á honum. Ekki sem heitir óvart. Sáum hérna... Samtal hjá Óla Jó og aðstofadómaranum. Já, þetta var athyglisverður endir. Valsmenn sótti í þessu veðrið hérna undir lokin og vafasamt atvik undir lokin. En dómararnir sá ekki ástæðu til þess að dæma það. Við verðum að treysta þeim í því, en við ætlum að kíkja í smá auglýsingar og komum svo aftur með 45 mínútur í seinni hálfleik. Taktu þátt í NFL-leik Doritos og Pepsi.
Taktu þátt í NFL-leik Doritos og Pepsi. Þú gætir unnið ferð á NFL-leik í London næsta haust. Nánari upplýsingar á doritos.nu. Sama hvað gerist, ekki gleyma því að líkaminn þarf hleðslu. I want to win enough cash to get out of this place for good. Samfum kynir. Like a fine dinner. Wildcard. Go for the throat. I don't want any limit. Blackjack. You need to come with us. One way or another. This is my last night in Vegas. Grjóntöruð mynd með Jason Statham eins og hann gerist bestur. Wildcard. Komin í bíó. Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörðum fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reytir. Velkomin til starfa. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber allt að 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Samfum kynir. Jupiter Ascending. Hold on! Frá þeim sömu og færðu okkur Matrix 3-leikinn. Fyrsta stórmyndin árið 2015. Here we go. Frábær ævintýramynd með Channing Tatum og Mila Kunis í aðalhlutverkum. Jupiter Ascending. Frumsýnd 7. febrúar. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskyns spennandi áleggstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér Premium. Þú átt að pottþétt skilið. Dominos.
Jæja, þá erum við mætt hérna aftur. 45 mínútur að brakandi ferskum fótbolta hérna framöndan, vona ég. Umdeilt atvik sem átti þessi stað hérna undir lok fyrri hálfleiks þegar að Hlynur Hauksson virtist hafa slegið til Hauks Ásbergs í liði Vals. Hefði hæglega verið hægt að dæma það en dómararnir sáu enga ástæðu til þess og sýnist liðin vera algjörlega óbreytt hérna í hálfleiknum og það eru Valsmenn sem að byrja með boltan. Já, engar skiptingar, getur svo svarið. Og Misarnur sendi kannar strax en hér er Hilmar með langa sendingu. En ekkert heimilisfang á þessari sendingu, engin adressa og hún lendir hérna í einskismannslandi. Valsmenn ber upp boltan úr vörninni. Gunni hérna með blindandi sendingu, svolítið skemmtilega. Þar á Þórður Steinar. Mikið hár í andlitinu og á hausnum. Þessi maður skartar hérna gífurlega svona villimannslegu tagli og skeggi. Mikilvægt fyrir hann. Þarf að hræða andstæðingana. Og Valsmenn byrja þennan leik alveg eins og þeir byrja þennan seinni hálfleik segi, alveg eins og þeir byrjuðu leikinn. Nota boltan ganga hérna fram og tilbaka í vörninni. Svona handboltastimplun, svona þannig bragur yfir þessu. Þá er það Viktor Jóns hérna heldur boltanum hérna frá Gunn og Haug. En það var ekkert þessu í þrótturunum. Miður. Kali hérna með boltan. Löngsending fram. Fín skallabolti unninn hérna hjá Sigurði. Það var Kristinn Freyr. Alltaf hættulegt þegar hann kemur svona inn á teiginn. En ég hefði nú ekkert að hrósa honum svona mikið. Hrósa honum og snemma bara. Ekki góð sending. Og Aron Ímir blokkaraði hana. Bara Bjarni sendir hérna í rassinn á liðsfélaga sínum. Og boltinn aftur á Ingvar Kaleb. Langur bolti hérna frá Þórði sem var seint að fara að rata á Samherja. Vel unnið hérna hjá Gunn. Það var Oddur og Haukur. Fór hérna niður í eina hættulega tæklingu. Eins og betur fyrir slasaðist enginn. Sigur Egill með fína pressu og þeir vinna hérna Valsmenn en hann er ekki alveg að finna boltan Sigurður og þá lendir Aron Green í að brjóta á honum. Þetta er svona professional foul eins og það heitir. Þetta fann hann með fína bolta hérna. Máttlaust skot frá Baldvini Sturlusyni sem er að leika sinn fyrsta leik hérna fyrir Val. Fín pressa hérna hjá Val. Greinilegt að það hefur aðeins verið hrist upp í þeim í hálfleik. Koma aðeins frískari hérna og hér er Kristinn Freyr að klúðra dauðafæri sláinn. Og sláinn sem hjálpaði Þrótturinn þarna. En vítamín sprauta og þarna slær Alexander Veigar frá sér.
Þessum sending hérna frá Vilhjálmi. Beint á Baldvin. Baldvin ekki átt draumaleik hérna fyrir Valsara. Vilhjálmur hefur allavega fengið mörg tækifæri á því að vera með áætlunarferðir hérna upp og niður kantinn. Og svo ég segi það aftur, við erum svona einn af þeirra bestu leikmönnum. Það er að Þróttarar aukaspyrnu sem að Vilhjálmur er einmitt sótti. Hlynur gefur hann niður á odd sýnismenn sem að senda hann fyrir. Ingo Þór Kale grípur inn í þetta og athyglisvert kast þarna hjá Kale og hann fær það næstuði hérna í bakið. Kale hendir þarna á Sigur Egil sem var eiginlega bara undir pressu og Aron Ýmir vinnur boltan á honum og Kale lengi að skila sér aftur í markið. Mátti litlu muna að Þróttarar hefðu þarna aukið munin í 3-1. Karl byrjaði að vinna þennan skatabolta og Þróttarar vinna líka boltan nr. 2 en boltan nr. 3, það er Valsmanna. Og það er Haukur Ásberg sem fær boltan í sig og út af. Þetta eiga Þróttarar. Brot. Og Þróttarar færa sig framar á völlinn. Spilna hérna frá hlinn og Viktor glæsilega flikkað hjá honum. Hilmar finnur hérna Aron Ými út. Sendingin ekki nægilega góð og Bjarni Ólafur skilar þessu burtu og Sigur Egil finnur Kristinn hérna. Góð tækling hérna frá Aron og svo frábær tækling hérna líka frá Hilmari. Mikil barátta í leiknum þessa stundina. Haukur tekur hana niður og finnur Einar Karl. Bjarni Ólafur með fína hugmynd og þessu nær Haukur Ásberg. En rángstöða dæmd. Réttilega sýndist mér. Sendingu fyrir Hilmar. Bjarni Ólafur stukkaði hann aðeins við honum. Dotti með slaka sendingu langt fyrir aftan Gunnar Gunn. Nú kemur Haukur djúpt til að sækja boltan og í uppspilinu þá er Haukur nánast bara kominn niður í hafsendin til þess að sækja hann. Fer alltaf rosalega djúpt og spilið hefst eiginlega hjá honum nánast. Alltaf. Það er að Baldvin með sendingun út á Hauk sem er aleinn. Tekur svona ekki skotið en þetta er skemmtilegt þrítingaspil og Einar Karl með boltan hérna úti vinstra megin. Finnur Bjarni Ólaf út og Bjarni er svolítið lengi af þessu og þetta er bara að chippa á ekki neitt nema Þróttara. Glæsilega gert hann Einar Karli og Sigga og Haukur Páll stekkur hann upp. Hann er ekki alveg kraftið hennar skatabolta. Hitt hann hennilega ekki alveg. Það var Haukur Ásberg. Reynir sennilega fyrirgjöf hér. Nei, finnur Baldvin aftur tilbaka og þá kemur fyrirgjöfin. Hún er neðarlega og Þróttar að koma þessu í burtu og það er Karl Brynjar sem gerir það. En Valsmenn halda pressu
Og Haukur Páll vildi fá boltan hérna strax aftur inn í. Hann var klár í að taka hlaupið á fjær. Boltinn kom ekki, en Valsarar strax farnir að finna hérna svona smá damp í spilinu. Og þannig vantaði bara Herslumuninn upp á að Kiddi hefði náð boltanum aftur hérna getum við fyrirgjöf. Og það er Sigurður Egill með hann út í box á Einar Karl sem að reyna í klippuna, en Aron Ímir kemur svo þarna fyrir. Nei, þetta var Aron Green sem kemur svo þarna fyrir. Sigurður Egill út á Andrafannar. Og þarna kemur markið! Haukur Páll. Glæsileg sending frá Andrafannar hérna út í teig. Og Haukur Páll með fast skot niðri í nærhornið. Flott sókn hjá Val og þeir hafa verið hreinlega allt í öllu hérna í seinni hálfleik miklu betri en í fyrri hálfleik allavega. Og eru hérna búinir að jafna metin 2-2. Markaleikur. 4 mörk komin og ég get nánast lofað ykkur því að við fáum að sjá fleiri. Og Þórður stígur Ragnar hérna vel út, en Ragnar nær boltanum aftur og vissi ekki alveg hvað hann átt að gera við boltan þarna. Flæktist aðeins þarna sjálfan sig. Vilhjálmur keyrir á Baldvin. Baldvin fer valla í hann, jú, fær boltan í sig. Og hornspyrna sem að Þróttur á. Það er Alexander Veigar sem að er kallaður til að taka hana. Og Alexander Veigar hérna aftur með boltan fyrir, en þetta er beint á Kaleb. Haukur Ásberg. Sigurður Egill hættur við að fara inn í. Gerir Hauki Ásberg svolítið erfitt fyrir þarna, en Sigurður Egill með fyrirgjöfin og þetta er Einar Karl og hann hreinlega misreiknar aðeins bara hvar markið er, ætlar að sneiða hann full mikið. Setur hann fram hjá markinu. Sem að Þróttarar eiga trausti, setur hann hérna langt upp. Valsmenn þurfa 1 mark í viðbót, ætli þeir sér að ná toppsætinu. Þannig kemur Haukur Ásberg, verið mun frískar í seinni hálfleik heldur en hann var í fyrri. Og reynir hérna skot og það er rétt framhjá. Óheppinn hérna strákurinn. Það mátti alls ekki miklu muna. Hér liggur Haukur Páll eftir. Við höfum sannlega fengið eitthvað högg þarna. Hey boys, come on, lift it. First or second balls, bit short there. Jackie! Og hér sýnist mér bara Haukur Páll sennilega vera að ljúka leik.
koma hérna út af bara. Mér heyrist þeir verið að tala eitthvað að hann hafi verið í skallabaráttu og hafi fengið þarna högg í hnakkan, en hann ætlar að halda leik áfram. Spurning hvort hann hafi verið eitthvað vankaður hérna. Skal ekki segja. En 11 móti 11 allavega inn á. Og já, ég hef nú séð klikkaðir í skotið þetta. Alexander Veigar hérna. Og þá er skipting hjá Þrótti. Inn á er að koma leikmaður númer 28, Vilhjálmur Kaldal Sigurðsson. Fæddur árið 1998 þessi strákur, og Viktor Jónsson kemur út af verið einn af betri leikmönnum Þróttar án nokkur svafa. Mikið af hættulegum færum sem hafa skapast í kringum hann, og markið frábært sem hann skoraði. Dæmt brot á Valsmenn. Og Þróttarar í aukaspyrnu. Hlynur með þessa spyrnu. Þetta er bara fyrsta mann, þetta er á Ragnar, og markspyrna. Sautján mínútur búnar hérna af síðari hálfleik. Nokkuð bolti fram frá Andra Fannari. Haukur upp móti Hlyn. Aron Ími segi ég. Aron Ímir halvparti vinnur þetta, en Kristinn Freyr hérna fær boltan og getur snúið, en svo er sendingi bara eitthvað. Eins og svo oft áður þá greiðir stráknum í þessum leik ekki verið að finna sig þó hann hafi skorað mark. Og þá kemur Vilhjálmur keyrir hérna á Dodda, en Doddi fer vel fyrir boltan hann að. Það var Oddur, það fer enginn í hann. Það finnur Vilhjálmur hérna strax aftur út vinstra megin. Hvað ætlar hann að galdra fram hér fyrir okkur? Finnur hérna Hilmar sem að tekur skotið, og Doddi mættur fyrir boltan og hornspyrna. Hornspyrna frá Alexander Vegari. Fín bolti hérna inn í, og Hilmar syndist með klifra þarna upp á bakið á Sigga, en kemur ykkur sög. Og menn vilja fá brot hérna. Öskra eftir því, en Óli Njáll og hans menn með sín mál á hreinu. Fyrirgjöf hérna frá Ragnari sem ratar ekki á neitt Þróttara. Karl Brynjar skallar þetta í burt. Oddur hérna að reyna full erfiða hluti, tekinn á honum boltinn. Og Kristinn Freyr með örlítið og langa sendingu. Bjarni Ólafur vinnur þennan, sækir hérna hratt á vörnina, en það er engin hlaup fyrir hann. Þannig að hann þarf bara að gefa hann tilbaka. Hugmyndasnautt.
Baldvin keyrir inn í teginn. Fyrirgjöf, þetta er skallað í burtu. Og Haukur Páll með skotið. Baldvin með fyrirgjöf. En Þróttararnir koma þessu burtu. Nú liggur Baldvin Sturluson eftir. En það virðist ekki hafa verið neitt alvarlegt. Valsmenn eiga þetta innkast. Dotti og hans sendingar hafa oftar en ekki verið svona örlítið fyrir aftan menn sem hann hefur alltaf að gefa á í leiknum. Valur hérna með svona frægu handboltastemplun hérna aftast. En það er ekki að koma nægilega mikil pressa frá Þrótturum, þannig að þeir geta leyft sér þetta og svo reyna þeir að breyka hratt, en það endar oft í annarkvort feilsendingum eða bara ekkert í gangi hérna fremst. En hérna kemur Haukur Ásberg, keyrir á, reyna að finna fyrir en fær hornspyrnuna í staðinn. Fyrirgjöfin hérna fer yfir allan pakkan og Haukur Ásberg reynir að setja boltan strax út á Einar Karl, en það gengur ekki og þá geta Þróttararnir breyka hratt. Vilhjálmur hérna, en Einar Karl vinnur hann strax og Haukur reynir ekki einu svona, Kristinn reynir ekki einu svona að fara upp í þennan bolta og Karl Brynjar kemur svo í burtu. Þá er það Alexander, en þetta er nú sannlega brot og getur verið að fara í bókina hana. Nei. Það er Trausti hérna aftast með boltan, smá pressa frá Sigga hana. Kristi Freyr reynir að setja boltan hann í gegn, en hann bara hreinlega nær ekki að tengja sendingu. Og þetta heyrðir Kaleb. Slöppsendinga þá frá Vilhjálmi sem að fer aftur fyrir endamörk og Ingvar Þór Kaleb tekur markspyrnu fyrir Valsmenn. Smá dofi komin í leiki núna og þá er einmitt tímabært að gera skiptingu. Þróttarar að gera skiptingu. Ragnar Pétursson kemur út af og inn á í hans stað kemur Jón Kaldal.
skartar hér einum hvítum skó og einum appelsínugulum skó. Gæti verið að þetta sé bara tískan, veit það ekki. Veit ekki hvað mér finnst þetta, hef ekki myndað með skoðun á því. Og þá koma Valsmenn hérna, flottur bolti hérna fram frá Dodda en Karl Brynjar. Og svo kemur sendingin á fjær, Haukur Ásberg, leggur hann út fyrir Bjarna Ólaf. Og þessi sókn deyr eiginlega drottni sínum hérna, nei. Bjarni Ólafur fær hann hérna, leggur hann aftur út á Hauk. Haukur með fyrirgjöf. Og Þróttarar skalla þetta í burtu. Og Vilhjálmur baráttan hérna. Það var sá ekki alveg hvað gerist þarna en sýnist þetta að vera Hilmar sem að liggur. Hvort hann hafi fengið höfuðhögg eða eitthvað slíkt. Koma Þróttararnir hérna. En vel gert að Þórði kemur þessu frá, kemur hættunni frá. Og Valsmenn eiga innkast. Og Kristinn keyrir hérna eftir Karli. Karl setur hann niður á Trausta og Trausti með lága sendingu hérna út á hlinn. Haukur vinnur þetta. Slappt skot þarna frá Sigurði. Sigurbjörn Hreiðarsson vill láta Trausta sparka. Þannig að Valsmenn koma hérna lítið ofar á völlinn. Langur bolti hérna frá Trausta og Vilhjálmur gerir vel að setja hérna niður á Alexander Veigar. Oddur Jón Kaldal hefði nú getað snúið þarna, það bara talaði ekki við hann. Vilhjálmur finnur Aron, reynir hann að kloppa Bjarna Ólaf en heldur allavega á boltanum. En heldur hann nú ekki mikið lengur en þetta. Þegar nú geysast Valsmenn í sókn, glæsileg sending frá Sigurði Egil hérna. Kristinn Freyr tekur hann á hnið og þessi stinn, nei, ég held nú að þessi væri inni. Ég verð nú að viðurkenna það, ég held að þessi bolti væri inni, leit hann út héðan allavega. En ég sá svo að það var svona full rólegt að lítast til þess að þetta hefði ekki orðið mark. En frábær tilraun hjá Kristni Freyr þannig. Óþægilegt að hafa þessi svörtu net hérna fyrir aftan. Þeir eru alveg eins og litin og... Nei, þeir eru ekki alveg eins og litin. Það er Vilhjálmur fyrir Þróttarana. Reynir skot. En það er víðsfjarri. Þróttararnir aðeins að sækja sér veðrið en Valsmenn verið svona heilt yfir betri í seinni hálfleik. Eins og þeir voru slakir í þeim fyrri. Voru heppnir, lauma þarna inn einu marki rétt fyrir lok fyrrháleiks. Góð tækling þarna Andra Fannari. Það var Gunni Gunn undir pressu, setur hann beint á Jón Kaldal. Vel tekið á móti boltanum hérna Jóni Kaldal. Nú að tala við hann og þá snýr hann.
Finnur Vilhjálm. Hann býður eftir hlaupið en fær ekki. Og þetta eru svona feilsendingar eftir feilsendingar. Erfiðu boltið þarna hjá Trausta. Voru 2 menn, Valsmenn, sem voru að setja pressu á mannin sem var að senda á Alexander Veigar. Hann er komin mun aftar á völlinn. Alexander Veigar Þórarinsson. Kristinn Freyr. Finnur Einar Karl. Fær boltan aftur. Alexander Veigar setur press á hann. Sparkar hann örlítið í hann. Og Þórður Steinar. Nú heppnast þessi sending hjá honum. Það var það Sigurður Egill. Flottur bolti beint á Kristinn Frey. Vel tekið á móti en Karl kemur sér fyrir skotið, þá er það Haukur Páll. ætlar að leggja fyrir sig og leitar að skotinu og fer hann niður mjög ódýrt. Sýndist þetta nú ekki vera neitt. Billegur hann. Ára Alexander skiptir honum hérna yfir á Vilhjálm. Og Haukur Ásberg mættur hann í vörn en selur svo ódýrt. Vilhjálmur kemur bara með skotið og þessi rétt yfir. Vilhjálmur þarna ekki langt frá því að bæta við öðru marki hjá sér og þriðja marki Þróttara. Rúmlega 15 mínútur eftir af leiknum. Nei, 13 mínútur. En sennilega 15 með uppbótartíma. Og Gunni Gunn vinnur þennan skallabolta glæsilega og fer síðan aftur í baráttuna en verður þarna undir og þarf þá að skila sér tilbaka því að Þróttararnir eru að koma hérna á flegiferð. Þetta er Vilhjálmur sem leggur að fyrir sér skítur beint á Kaleb og Kaleb grípur þennan bolta auðveldlega. Nú sýnist mér skipting verið í vændum hjá Þrótturum. Engin skipting búin að eiga sér stað hjá Val en komnar 2 hjá Þrótturum og þriðja í vændum. Jón Konráð Guðbergsson kom inn á hjá Þrótti. Mun sennilega koma út á hægri vænginn fyrir Vilhjálm, myndi ég giska á. Ég er bara leikmaður. Veit ekkert um það. Sigurður reynir hérna sendinguna inn fyrir á Hauka Ásberg og Óli Jó hristir hausinn. Sýnist hann ætla að fara að gera einhverjar breytingar. Horfir á varamennina sína. Þarf einhverjar ferska lappir í þetta valslið til þess að þeir geti klárað þennan leik. Og hann kallar í Daða Bergsson. Hann er akkurat svona maður sem að þeir þurfa hérna inn á. Virkilega snöggur á löpunum sá leikmaður og einstaklega góður í að klára færi. Átti frábæran síðari hluta tímabil sem er Val í fyrra. Kemur Aron. Þetta er fullorðins tækling frá Hauk Pál hérna. Sigurður Egill með háan bolta á fjarstöngina. Einar Karl er þar aleinn. Hlynur mætir honum hann rólega og finnur svo Baldvin Sturluson niður sem á máttlausa fyrirgjöf og Kristinn á svo máttlausa sendingu og Þróttararnir svona hálfparti vinna boltan en Doddi vinnur hann aftur og þessi sending var aldrei á leiðina á Valsara. Og þá er það skiptingin. Hilmar kemur út af, flottur leikur í honum. Hilmar Ástþórsson
og inn á kemur Jón Konráð Guðbergsson sem ber því skemmtilega númer 69. Kemur hér sennilega bara upp á topp fyrir Þróttarana. Hilmar var kominn svona upp á topp og sýnist Jón Konráð bara að vera að koma í þá stöðu. Þannig að þeir treysta mark frá honum. Mikill hraði í þessum leikmanni. Hann er strax hérna kominn í boltan. Gunni eldir hann og virkilega vel gert að þetta hjá Jón Konráð. Reynir að finna sig hann mann fyrir en Haukur Páll er mættur og setur boltan aftur fyrir horn. Vel gert þarna hjá Jón Konráð. Valsmenn hafa núna réttaði bara 10 mínútur í að skora mark og varpa sér í fyrsta sætið í þessum riðli. Fara þá fyrir ofan Leikni. Og kemur Einar Karl. Sigurður finnur Bjarni Ólaf. Bjarni Ólafur verið hérna eins og lest. Fer bara hérna upp og niður vinstri kantinn, þetta er ekki flókið. Virkilega góður leikur hjá honum. Valur eiga þetta, Valsmenn eiga þetta innkast. Góð sending hérna frá Sigurður Egil og á Bjarna Óla sem að finnur Kristinn Frey sem að rennur honum ennþá lengra á Einar Karl og Einar Karl setur hann yfir úr dauðafæri. Þarna var kjörið tækifæri fyrir Val að taka forystuna en Einari Karli brást hann að bóðalistinn. Hefði sennilega geta rennt honum bara aftur niður á Kristinn Frey. En Valsmenn aftur að koma svo svona inn í leikinn, smá læð sem þeir lentu í hérna. Jón Konráð mættur í baráttuna aftur. Og það er Alexander sækir á, tekur skotið en Kalle handsamar hennan. Skelvileg sending frá Baldur Sturlussoni og það er Oddur Björnsson sem að skýst inn í gegn. Rennir hann út á Jón Konráð sem á misjafnarskot fer hann í dotta. Baldur Sturlusson, hann vil sennilega gleyma þessum leik sem fyrst. Vel gert hann í Hauk Ásberg en Bjarni Ólafur ætlaði að leika hann að sama leik. Bara gat það ekki. Vel leist hjá þeim. Nú fyrir hver að vera síðastur að skora hérna mark. Haukur Ásberg. Vantar alltaf þennan herslumun hjá Völsurum. Það hefur gert það í allan dag, allt kvöld. Slöpp sending frá Aron Lloyd Green hana. Það var Kristinn Freyr, finnur Hauk Ásberg sem ætlar að reyna að finna Sigurður Egil en Sigurður Egil var ekki á sömu blaðsíðu og Haukur Ásberg. Og
Og þá skipting í vændum hjá Valsmönnum næst þegar boltinn fer út af. Vel gert þarna hjá Gunnari Þór Gunnarssoni. Daði Bergsson að koma hérna inn. Spurning fyrir hvern. Og Baldur Sturluson. Ekki beint verið að finna sig. Það fer Haukur Páll aðeins aftan í Vilhjálm. Og þá kemur skiptingin. Einar Karl kemur út af. Sigurður Egill Lárusson fer á hægri kantinn. Og Daði Bergsson á þann vinstri, sýnist mér. Og Daði Bergsson mættir hérna strax í boltan. Bjarni Ólafur með skiptinguna hérna yfir á Sigurð Egil. Totti skiptir hún bara hérna aftur. Og reyna hérna smá þrívítingaspil, erfitt. Bjarni og Daði gengur ekki. Þá setur Kristinn pressun á Aron og Þróttarar eiga innkastið 3 mínútur eftir. Rúmar. Bjarni Ólafur skallar þetta upp. Andri Fannar. Og langur bolti hérna fram frá Aron Grín. Jón Konráð setur pressuna á Gunnar Gunn og vinnur hann. Setur hann fyrir og Baldur Sturluson rennir sig fyrir hann. Það munaði nú engu að Gunnar Þór Gunnarsson hefði gert vonir Valsmanna að engu. Smá sofandaháttur hérna á honum. Jón Konráð nýtti sér það. Það var það hotspinnan frá Þrótt. Þrótti. Full innarlega og ja, ég sá nú ekki alveg hvað í gangi hérna, en dómarinn dæmi brot. Ingo Þór Kale með spyrnuna hérna. Spyrna frá Kale fram. Og þá var það sendingin hérna inn fyrir á Andra Fannar, en virkilega vel gert þarna hjá Aroni Grín. Flikk hérna á fjær frá Hauki Pál. Bjarni hérna aðleit með boltan. Og Guðir Ólafur finnur Andra Fannar. Andri Fannar kemur sig í smá vandræði hérna. Jón Konráð grimmur hérna þessa mínútur sem hann hefur komið inn á, sem hann hefur verið inn á, segi. Vilhjálmur hérna með fína skiptingu. Einhverju sem vilja fá hættuspark hérna á Baldvin. Sólinn full hátt uppi. Vel gert þarna hjá Vilhjálmi sem að fær boltan aftur í rangstöðinni.
Daði. Það svo langt höfð þarna hjá honum en Bjarni Ólafur fær hann hérna úti vinstra megin. Finnur Hauk Páll sem reynir að skipta hann strax yfir og það Kristján Freyr aleinn. Og Haukur Páll kemur hérna í Haukur Ásberg kemur í þverflaupið, Bjarni Ólafur fær hann hérna. Nær ekki alveg að koma boltanum fyrir sig. Vel gert hann hjá Kristján Freyr. Skiptir honum strax yfir á Sigurð úti hægra megin. Og Baldvin. Haukur Ásberg með boltan núna. Og skelfileg snerting. Haukur Lár. Haukur Ásberg finnur Bjarna Ólaf og nú þetta svona fer að líða síðasta séns fyrir Valsmenn að setja mark og finnur hérna Daða Bergsson en Daði setti bara fótinn upp í loftið og náði ekki að taka boltan niður hérna. Það verður svona einhverju 2 til 3 mínútur bætt við þegar Jón Konráð að sleppa hérna í gegn. Gunnar nær honum ekki. Jón Konráð ætlar að reyna að setja hann í fjær. Kalli Ver. Jón Konráð setur hann aftur út en þar engin Þróttari. Þannig að Valsmenn sækja hérna. En þeir sækja ekki hratt en þeir reyna að bera boltan upp. Skipting hérna frá Andrafanir yfir á Bjarna. Þeir eru ekkert að drífa sig að þessu Valsararnir þó þeir þurfi mark. Og Þórður finnur Hauk Ásberg. Haukur keyrir á þetta. Fer á Karl og þetta er bara brot og þetta er spjald. Samkvæmt bókinni. Það hafa verið duglegir að brjóta á Hauki Ásberg hérna. Þetta verið frískur í Valsliðinu. Þetta er algjörlega gullið tækifæri fyrir Valsmenn að setja alla sína mennin á teiginn og reyna að kreista út hér sigurmarkið. Ætla að mér sýnist bara bíða með 1 mann. Nei, við erum með 2, Baldvin og Andri. Eftir þessa aukaspyrnu verður nú ekki mikið eftir af leiknum. Já, það verður gaman að sjá hvað Sigurður Egill gerir hérna. Jú, hann setur hann nú sennilega. Það er 3 mínútur bætt við, sýnist mér. Það eru komnar 3 mínútur inn í uppbótartíma. Og kemur Sigurður Egill með spyrnuna. Þessi er á fjarstöngina, Trausti kýlir hann í burtu og hotspyrna sýnist mér, já. Og þetta gæti ég trú að það væri síðasta spyrna leiksins. Kannski hann bæti við einni sókn í viðbót Óli Njáll og hans tríó vegna þess að Haukur Ásberg lá hérna í smástund. Kemur spyrna frá Kristni Frey, Trausti grípur þennan, öruggur. Kastar honum á Jón Konráð, Baldur Sturluson eltir hann og Baldur Sturluson brýtur svo af sér og fer í bókina, sækir sér spjald. Það var að spyrnan hérna ekki alveg nægilega góð. Og hér er flautað til leiksloka. 2-2 lokatölur í þessum slag Vals og Þróttar. Og ég heiti Gunnar Birgisson og þakka kærlega fyrir mig. Og sjáum síðar.